Þannig að þá erum við á viku 2 og við ætlum að halda áfram að fara yfir HTML. Námsefnið sem að var í raun fyrir þessa vikuna HTML element, töflur, listar og form, hvernig við skrifum HTML, svona hlutir eins og hvað snyrtilegu kóði og eitthvað svona, aðgengi og svo SEO eða leita bestum. Þannig að hérna undir eru svona nánari það sem við ætlum að gera, en ég ætla samt að taka dæmi úr þessu sem hérna inn í þessu og við ætlum að fara yfir bara eins og ræða á svona hvað svona venjulega kannski svona að fólk lendi í vandræðum með HTML-ið. En síðan eftir þessa viku þá erum við búin með HTML. Þetta ekki mikið sem svona tengt HTML-i, en þetta samt mikilvægt. Þetta grunnurinn sem við byggjum á. Þannig að þetta mun alltaf koma inn. Ég myndi segja, ok, hvaða elementi og nota þegar við erum að vinna með þetta hér og eitthvað svona, og þá það alltaf að vísa tilbaka í þetta. Þannig að þó þetta sé lítið, þá þýðir ekki að þetta sé ekki mikilvægt. Og þá þetta megnast það bara svona hvaða element erum við að fara að nota og hvað með þessi merking sem fólgin í þessum elementum. Hvernig á ég að vita hvað það Síðan það töflur. Það bara svona töfluleg gögn, hvernig við birtum það og vinnum með það og hvernig við gerum fyrirsagnir í töflu og samtölur í töflum og síðan form. Og form þá þessi leið fyrir okkur til þess að búa til eitthvað HTML sem í raun interaktíft. Þar sem að einhver notandi getur komið og slegið einhverjar upplýsingar eða hakað í eitthvað eða valið eitthvað og ítt síðan á einhver takka og þá bregðumst við inputinu. Þannig að þá erum við í raun að búa til gagnvirk viðmót. Síðan aðgengi, það þá í raun hvernig fólk sem að kannski ekki alveg með fulla stjórn á öllum líkama sínum eða ekki með fulla sjón eða eitthvað svoleiðis, hvernig það getur líka notað vefinn og hvað við sem höfundar vefsíðna og vefja þurfum að hafa í huga þegar við erum að smíða vefi. Ok. Það sem við erum að vinna með, vandræðalegt, það svolítið mikið að linkum hérna hjá mér, þannig að það geti eitthvað verið brotið hérna. Það sem við erum mikið að vinna með í þessu eru þessi element og við skráum aðeins HTML, head og body í seinasta tíma. En síðan þetta þannig að eins og aðrir af þessum vefstöðlum sem við erum að vinna með fyrir HTML, CSS og JavaScript, þá þetta allt staðlað. Það staðlaráð, það eru svona non-profit sem eru bara sjá bara það að staðla þetta. Og fyrir HTML og CSS það W3C eða World Wide Web Consortium sem non-profit batteri sem að Tim Berners-Lee stofnaði þegar hann fattaði hérna, það kannski sniðugt að CERN sem rannsóknarmiðstöð í eðlisfræði sé eitthvað að leiða fram þróun á nýrri tækni. Þannig að hann fékk peninga frá Bandaríkjunum og frá Evrópusambandinu til að stofna þetta og í raun bara rekið í dag bara að sjá það að staðla veftækni. Og það alveg hellingur af henni. Og svo gekk það svona upp og ofan og hérna það var svona ákveðin tími þar sem að stöðlun var bara, það var ekkert að gerast á vefnum og það var bara fullt af böggum. IE6 var hérna í kringum 2006-07, bara eini browserinn. Microsoft var bara eitthvað, ja, þetta búið, vefurinn bara full þroskaður, við ætlum að hætta að þróa Explorer vafran okkar. Hann er fullkominn eins og það sem hann var ekki. Og þá fórust það svona mikið svona, ég vil ekki segja kannski óerðir, en hérna svona mikið ósætti í vefforritara samfélaginu. Og eftir því þá svona fór allt aftur á stað og við erum núna á svolítið svona gullnu tímabili. Það bara, allir vafrarnir í dag uppfærast sjálfkrafa. Það ekki þannig eins og í gamla daga. Þú þurftir að vonast til þess að þau sem nota vefinn myndi bara dröslast til þess að fara á microsoft.com og sækja IE7 af því að það væri svo miklu auðveldara að forrita ef ég þyrfti ekki að supporta þennan bugga vafra. En núna það eiginlega úr sögunni, allir vafrar, þeir bara sjálfvirkt uppfærast einu sinni í viku, flestir. Þannig að þeir bara fá oft svona, ef þeir með látið tölvleika ganga lengi, fá svona rauðan debil hérna uppi, eitthvað svona sem segir hérna þeir eru búin að vera með kveikt og lengi á Chrome eða Firefox. Það restarta til þess að fá nýjustu útgáfu. Og þá þeir bara að fá nýjustu tækni beint í vafran og það síðan orðið þannig að hérna, eins og með CSS sem var lengi vel bara rosalega hægt
að verða til eitthvað svona, að það fljóa áfram hérna ný virkni þar og við munum svona enda þegar við tökum áðurinn fyrir mig í áskrift, þá munum við að skoða hvað það þýðir. En við ætlum svona að halda okkur núna bara svona í þessum grunni og fara aftur að hérna þessum stöðlum. Þá þetta spekkurinn eða HTML specification eða spec, hvað sem við kallum það, og þar í raun bara farið utan þetta, að halda utan þetta. Og ég vísa þess hérna ekki í W3C, heldur vísa ég í WOT Working Group sem svona varð til á þessum ólgu tímum hérna í gamla daga sem síðan sameinaðist inn í W3C að halda utan staðarinn. Þannig það eru núna 2 batteri sem halda saman utan HTML staðarinn. Og þegar við opnum þetta þá sjáum við einhverjar upplýsingar elementið sem ræðir. Og hér þetta bara rosalega vel skilgreint. Þetta skilgreint af tölvafræðingum, verkfræðingum, fólki sem rosalega smámunasamt. Þannig að spekkinn, hann segir nákvæmlega hvernig þetta á að vera. Og hann nefnilega aðalega fyrir þá sem búa til vafra, ekki fyrir fólk sem býr til vefi, þetta sem búa til vafrana, eins og Chrome, eða Firefox, eða Safari, sem eru svona þessir aðalvafrar og þessar 3 vafravélar sem eru til í dag. Af því að eins og Internet Explorer var eigin vafravél, en fyrir 4 árum þá hættu þau bara að þróa sína vél og sögðu bara, ja, við ætlum að nota Chromium eða Blink sem vélin sem Google að búa til og í Opera, í EE, í Edge, í Chrome, í Vivaldi, í Brave, allir þessi vafrar nota sömu vafravélina sem ákveðin kostur og ákveðin ókostur. Það var svona einhæft svona landslag. Síðan Mozilla með sína eigin vél sem heitir Gecko og hún í Firefox og síðan Safari með sína eigin vél sem heitir WebKit og hún sér vafran Safari í macOS og alla vafra á öllum iOS-tækjum. Þannig að þó að þið séu með iPhone eða iPad og eru með keyra Chrome eða Firefox, þá eru þið ekki að keyra Chrome eða Firefox. Þið eru að keyra útlit sem lítur út eins og Chrome sem notar innskráningun ykkar, en öll birting og öll rendering í gegnum WebKit. Og það út af því að Apple segir, við treystum engum öðrum til að gera svona mikilvægan hlut í okkar tækjum en okkur sjálfum. Og það bókstaflega verið að lögsækja Apple og segja að þetta sé ósanngjarnt og þetta dragi úr í raun samkeppnishæfi annarra fyrirtækja og það bara í vinnslu og verður mjög áhugavert að sjá hvað verður úr því af því að það eina ástæðan fyrir því að Safari svona útbreiddur vafri hversu mikið hann notaður í iOS. Þannig að það alveg ótrúlega mikil pólitík og bara mikið í húfi að hver með vafra. Eins og Mozilla sem á Firefox eiginlega bara til út af því að þegar þú setur Firefox og leitar, þá leitar þú default á Google og fyrir það borgar Google $100 milljónir á ári fyrir það eitt að vera default leitavélin sem náttúrulega bara sturlað. En það út af því að Google auglýsingafyrirtæki fyrst og fremst. Það ekki tæknifyrirtæki, það auglýsingafyrirtæki. 90% af tekjum Google gegnum auglýsingar. Þannig að alltaf gott að hafa það í huga. Ok, smá rant, en ok. Þetta allt saman svona, af hverju þetta svona? Svo, alltaf mér finnst þetta mjög spennandi og áhugaverð spurning. Ekki bara hvernig látið við verða eitthvað, en skoðum aðeins hvernig við vinnum með þetta. Þannig að við erum með spekkinn og við erum með mismunandi flokka á þessum elementum sem við erum að vinna með. Þau geta verið þetta flow eða phrasing eða sectioning eða heading eða alls konar og það segir til hvernig við getum notað þessi element. Og þá þetta fyrir A-elementið, þá segir þetta til hvaða flokkum það í, hvar það getur verið birt, það þá þessum phrasing content is expected, þá getum við fyrir að skoða hvað phrasing content og þá það the text of the document, elements, text of the intraparagraph level, þannig að þetta í raun bara textin á skjánum sem að raðast bara svona í lesanlega röð. Það þetta phrasing content. Þetta getur verið interaktiv. Nei, þetta má
það má ekki vera interaktiv hlutir inn í A-elementinu, þannig að við getum ekki verið með A-element og sett annað A-element inn í það, af því það meikar ekki sens, af því að, þú veist, A-elementið er til þess að búa til hyperlink, hvað er með hyperlinkin í hyperlink, þú veist, hvernig á ég að túlka það, hver er merkingin í því, þú veist, hún er engin, þannig að það er ekki leyft. En, eins og við sáum í seinasta tíma, vafrinn mun gera sitt allra besta til þess að birta eitthvað, þannig að þá get ég fara að lenda í einhverjum svona vandræðum. Svo er þessi attribute, og attribute eru þá þessir, það sem við setjum á elementin okkar, ef við stekkum aðeins hérna. Þetta er element, það er að segja allt þetta hér er heilt element og þetta er element, þetta er ennþá bara element utan þetta textu þarna og inn í þessu gátum við svo sami sem tíma búið til tré og við getum sett önnur element. Attribute er síðan leið til að setja eitthvað svona auka lýsigögn á þetta og þá er þetta href attributeið og það getur verið svona, tekið við einhverju gildi eða það getur staðið eitt og sér og er þá að segja til að þetta er á eða þetta er on eða þetta er true eða eitthvað og svo inn í þessu getur við verið með einhver texta. Þetta hérna er síðan byrjunartaggið, það er að segja þetta hérna og byrjunartaggið er alltaf með attributunum og svo erum við með endataggið sem er hérna aftast. Þannig að þegar við tölum um þetta, ef við ætlum að vera nákvæm, þá er þetta element og þetta er taggið. Við segja stundum A-taggið, en það er tæknilega ekki rétt þegar við mögum að tala um A-elementið. Þannig að, og þetta er þá skilgreiningin á því og þá höfum við þessi global attribute og síðan þessi sértæku attribute sem bara má setja á A-elementið og hér höfum við þessi global attribute og það sem við munum nota mest er já, það er ekki global attribute, en það er class sem er sett til þess að setja og segja til hvernig við erum að vinna CSS með þessu. Þannig að þá segjum við svona, class, og þá getum við sagt eitthvað link, og þá getum við nota þetta til þess að tengjast nákvæmlega við alla sem eru með link, en ekki bara öll A-element. En það er það sem við förum nánar í næstu viku. Síðan getum við séð hérna accessibility considerations, sem er þá aðgengismál, hvernig er einhver sem er til þess að hlusta á vefinn okkar, hvað þarf að hafa í huga þegar við erum að vinna með þetta. Og síðan fáum við í framhaldinu ákveðnar skilgreiningar og dæmi um það hvernig við notum A-elementið. Þá getum við séð hérna og svo oft á tíðum er einhverju svona algoritmar, það er að segja skref fyrir skref farið yfir það hvernig eitthvað á að gerast þegar að vera að nota og þá er þetta fyrir þá sem er að útfæra A-element í vafra. Og síðan ef við skoðum þá sjáum við að við erum bara með stöðlun fyrir bara öll þessi element. Þannig að þarna getum við farið og skoðað þessi text level semantics hérna. Við getum farið í table contents upp. Við getum farið að skoða hérna og hérna sjáum við bara yfirlit yfir öll elementin sem eru skilgreind í HTML. Og þetta er alveg slatti. Þannig að núna, það sem þið ætlaðu að gera núna í verkefni 2 er aðeins að fá tilfinningu fyrir það hvernig við veljum og notum þessi element. Það eru langt flest, eða svona kannski, ég veit ekki, 20% af elementunum er notuð 80% tilvika eða eitthvað svoleiðis, en samt sem að er mengi nokkuð stórt. Hérna er svona alveg tæknileg skilgreiningin á þessu og svo ef við viljum fá kannski aðeins meira svona mannlegra fyrir developers, þá getum við farið hérna og leita að the anchor element og þá getum við séð öðruvísi upplýsingar en samt sem áður að segja okkur það sama en skrifa svona fyrir annan kannski hóp forritara sem er að vinna á vefnum. Þannig að það er þetta á Mozilla Developers Network, MDN. Ok, þannig að þetta er svona þessi element. Þannig að einhverju spurningar, pælingar? Skulum við skoða bara dæmi hvernig við erum að byggja upp HTML skjöl með þessum elementum. Við skulum bara nota dæmi sem eru hérna
og þá eru þau mismunandi, þannig að og þau hafa mismunandi hlutverk, þannig að það sem kannski svona oftast kannski áhugavert við það að vinna á vefnum þú veist, að geta verið að setja inn myndir og vídeo og hljóð og þú veist, SVG sem eru svona myndir sem eru svona vektormyndir og geta verið interaktívar og til þess þá þurfum við að nota svona innfellt efni, þar sem við erum í raun að innfella eða embedda hluti í vefnum sem við erum að vinna í. Þannig að við erum að gera þetta í verkefni 1, þar sem við erum bara að taka eina mynd og láta hana birtast og þá það að nota img elementið eða image og það getur tekið ýmis attribute en í grunninn þá þarf að taka í raunin source og source þá í raunin að vísa í hvar þessi mynd sem á að birta Þannig að hún getur annarkvort verið á sama stað og við erum að vinna með efnið okkar, það að segja á vefþjónum sem við erum að hýsa efnið okkar á, eða við getum verið að vísa eitthvað út í heim og nota þá URL til að gera það. Þannig að við getum verið með eitthvað svona, þar sem við erum að segja þetta á að vera á example.org vefþjónunum undir media möppunni butterfly.jpg skráin. En síðan ef þessi mynd ekki til, þá fáum við bara einhverja brotna mynd. Þannig að ef við keyrum þetta upp, keyrum þetta bara upp í Chrome, svona, og þá fæ ég ég ætla að birta mynd af fiðrildi á blómi, en út af því að ég að vísa á eitthvað sem ekki til, þá fæ ég bara brotna mynd. En ef ég, svona, slökkum bara á hérna. En ef við vísum í hana þar sem hún sannarlega, sem í möppu, sem á sama stað á skráin, og þar undir erum við Butterfly, og ég vista þetta og fer aftur í, nei, ég slökkt á Chrome, þetta því ég slökkti á þessu, sko, þetta virkar svona til að flýta sér fyrir, en þetta ekki kannski best, þannig að gera svona, og höfum þetta bara henni í Firefox. Nei, hún kopíði ekki. Þá getum við farið hérna, Reveal and Finder, opna dæmið og opna hérna. Svona. Þannig að núna fáum við þessa mynd hérna af fiðrildi á blómi og þá sjáum við bara þetta myndir sem við vísum í. Þetta sem við byggumst við. Það eru margir sem lendi í því, að því að til þess að geta vísa rétt í þessu mynd, þá þurfum við að geta skilið hvernig við erum að vísa í skrár. Ekki bara fyrir þetta, heldur líka ef ég ætla að vera með link sem fari yfir okkur aðra síðu og hún í annarri möppu og svo ætla ég að fara tilbaka, hvernig læt ég það virka saman. Og þá erum við með þessar leiðir til þess að vísa í hluti annarkvort relatíft, sem þá hlutfallslega út frá því stað sem ég á, eða absolutely, eins og þetta sem ég var að vísa í hérna, http://example.org. Þá ég að segja bara eitthvað, veldu nákvæmlega þessa mynd hér og nákvæmlega hana. Og bara ef hún ekki til þarna, þá mun þetta ekki virka. Á meðan að við notum svona relatífa slóður, þá getur þetta breyst. Þannig að ég get fært þessa möppu og ég get fært hann yfir í aðra möppu, þannig að ég komi með þetta kannski einhverja undirmöppu. Þá í raun relatífa, þá þetta hlutfallslega að skipta máli. Þannig að hérna erum við með leið, þar sem við getum farið upp og niður í möppum. Við förum niður með því að nota punktur og við förum í raun inn í möppu með því að nota forward/. Og þá getur þetta í raun vísa hérna í systkini, þetta bara sama stað. Þannig að ég get ef ég command-klikka í Visual Studio Code, þá getur farið yfir í þetta til að sjá hvað þetta Ég get farið í það sem fyrir ofan og þá það í raun hérna HTML element. Þá ég komin í möppuna fyrir ofan sem þá í raun mappan sem inniheldur möppuna sem við vorum inn í. Eða ég get farið einhvern veginn fram og tilbaka. Þannig að ég get í raun búið til eitthvað svona mjög contrived streng sem tæknilega réttur og mun enda á einhverjum ákveðnum stað. Þannig að það sem mun gerast síðan að vafrinn mun taka þetta og
einfalda þetta niður í svona einföldustu mynd. Þannig að hérna í raun dæmi þetta, en hérna erum við með dæmi þar sem þetta í raun með þessari absolutt slóð og mun aðeins virka ef ég að keyra vefþjón á þessari vél sem á porti 1948 og þessi mynd til nákvæmlega á þessum hérna stað sem mjög ólíklegt að verði, þannig að þetta verður í raun eins og í þessu tilfelli hérna verður bara brotin mynd eins og við sáum á hann. Þannig að þá sjáum við það, við fáum aftur hérna brotna mynd, en við fáum ekki svona brotna mynd icon í Firefox eins og við sáum í Chrome, en hún ekki til staðar og þá í raun þessi allt texti birtur í staðinn. Þannig að þá sjáum við hérna, það þessi hérna texti, hann birtist í staðinn. Þannig að þessi texti sem við setjum inn í þetta allt attribute hugsað sem alternative við það að geta séð myndina. Þannig að þessi texti á að vera sambærilegur við það að ég hafi séð myndina. Það ekki sami texti og blindfólk myndi fá við svona síðulesturs? Jú, og þetta væri þá sama og þeir sem nota skjálesara myndu heyra þegar þeir hlusta á vefinn. Og þess vegna ekki gott til þess að við erum með myndir að brenna texta inn á myndirnar. Þannig að stendur eitthvað, svo sér þessari hérna mynd mikilvægar upplýsingar og svo kemur bara eitthvað texti sem á mynd og ef ég sé ekki myndina þá fæ ég ekki þessar mikilvægar upplýsingar eða það getur líka bara verið eðlilegar upplýsingar. En síðan getur líka verið með dæmi þar sem við erum með myndir sem bara til skrauts sem ger ekki neitt, þú veist, það eru næs að hafa myndir. Og þá í staðinn fyrir að sleppa því að vera með þennan alternative texta, sleppa því svona, að þá við í raun setjum hann sem tómastrengin. Og það í raun bara þetta hérna, sem þýðir í raun bara þetta lengdin sem að lengdinni 0. Hann bara tómur. Og það gefur til kynna að þessi mynd eingöngu til skrauts, hún dekorativ. Þannig að, og þá munum svona eins og hérna skjálesarar, þeir munum bara sleppa þessu. Þeir munum bara ekkert segja neitt um þetta. Ok, þannig að við ætlum að æfa þetta aðeins í verkefni 2 að vinna með svona og fara fram og tilbaka og það sem svona algengustu hérna sem fólk lendir í að setja svona fæl _// slóðir inn eða einhverja slóður sem byrjar á HTTP og þá bara nota afstæðar slóðir eða relatív slóðir þar sem við erum í raun að vísa með þetta einhvern veginn punktur eitthvað eða hérna beint heitið á möppunni. Þegar ég gleymdi að nefna það, ef við setjum svona, byrjum á þessu hérna forvartslasi, þá erum við að vísa bara á alveg fremst í skráarsafninu á harðadisknum sem við erum að vinna. Þannig að þetta hérna mun reyna að opna möppu sem heitir media sem bara á rótinni á harðadisknum mínum, sem ekki það sem ég vil. Þannig að það það sem að eitt svona forvartslas getur skipt miklu máli, af því að tölvur rosalega sniðugt tól en alveg rosalega bókstaflegar, bara bókstaflegastar. Það gera nákvæmlega það sem við segjum þeim. Þannig að ef við segjum að vísa þetta, þá bara vísa þér á það. Þó höfum náttúrulega meint að ætla að gera þetta. Ok, einhverjar spurningar varðandi þetta? Þá eru dæmi hérna síðu sem með svona einhverju phrasing contenti, þessi efni sem í raun við bara lesum og með fullt af einhverju svona hérna elementum inn í, svolítið ýkt kannski. En það sem við fáum hérna í raun svona mismunandi leiðir til þess að ljá textun okkar merkingu og fá í raun útlit á sama tíma. En útlitið, eins og rættum aðeins, síðan tíma, það ekki þess að skipta máli þegar kemur HTML, það merkingin sem við erum að setja í þetta. Þannig að þá erum við hérna með einhverja leið til að segja að eitthvað sé fjarlægt, þannig að þetta búið að fjarlæga þetta úr textanum, en við viljum einhverju hluta vegna láta vera eftir og þá oftast strike-through notað, þannig að það sem default birtingin. Og í staðinn, þá setjum við inn eitthvað nýtt, þannig að við insertum einhverju í staðinn, þá ins elementið notað. Síðan getum við verið með dagsetningu, og þá getur hún verið hérna, hún birtist bara alveg eins. Við erum samt búin að segja hérna að hún sé í raun einhver tími, þetta einhver punktur í tíma. Og svo sama hérna, draga fram
draga fram með svona stressi, ekki svona strong emphasis. Og svo sup og sub sem fyrir superscript og subscript. Þá getum við fengið hérna eitthvað svona og þá fáum við þetta og getum þá tengt einhvern veginn öðruvísi í framhaldinu og svo getum við verið með einhverja svona leiðir til þess að merkja eitthvað meira. Við getum skilgreint hugtök, við getum skilgreint skammstafanir, við getum nota hérna, erum við að nota þetta B sem við töluðum með þessu seinasta tíma til þess að draga að svona umbrotsmál eða kannski svona eitthvað. Hvað finnst það ekkert? Það er svolítið svona öðruvísi orð, kannski sér það ekkert oft, þess að við getum svona gefið því smá hérna auka emphasis. Hérna erum við að vísa í eitthvað, þá notum við cite, en ef við vildum til dæmis vísa í eitthvað sem væri eitthvað svona quote, þá getum við notað block quote elementið, en það er þá í raun ekki sem phrasing content, heldur það svona block content eða sectioning content og það er flow content segi ég. Þannig að þá fáum við svona hluti sem að taka alla breiddina á skjánum. Þannig að hérna sjáum við að við vorum með fullt af elementum sem samt lest sem ein lína. Ef við förum þá í hérna flow contentið, þá erum við með efni sem að í raun ein lína, svo kemur svona hópast saman í flæðinu á skjalinu og flæðir niður skjalið. Og þetta tengir síðan hvernig CSS og hvernig hlutirnir eru teiknaðir á skjáin sem við förum í CSS. Þannig hérna erum við með þetta block quote og það er eina sem er gert hér að það er dregið aðeins inn. Þannig að þetta eru svona hvernig við erum að vinna með þessi HTML element og það er í raun bara það sem að við höldum áfram í þessari viku. Einhverjar spurningar? Þá held ég að við ætlum að taka smá pásu af því það er alveg afskaplega heitt og þungt loft inni. Ég kann ekki ennþá opna glugga, ég held að það sé ekki hægt að opna glugga. Þannig að við skulum taka pásu og byrja aftur svona eftir 10 mínútur, svona í kringum 10 mínútur í.